Og þá þessum þætti, föstudagsþætti N4 svona rétt það bil að ljúka en við ætlum sem sagt að slá botninn í þáttinn með tónlist en tónleikarnir vetrarkvöld verða haldnir í menningarhúsinu Hofi á Akureyri milli jóla og nýjárs, það ekki, stelpur? Jú, passar. Hvers konar tónleikar eru þetta vetrarkvöld? Þetta eru bara svona cozy, rólegir tónleikar með svona smá jóla en ekki ómiklu, smá pásu frá jólalögunum og bara við erum að koma saman okkur sem eru nýlega búin að klára nám bæði erlendis og í Reykjavík og okkur langar bara að koma og syngja saman og spila. Ja, þeir náttúrulega hafið svona svolítið af jólalögum með enda jólinn kannski ekki alveg búinn. Nei, þetta er svona í bland. En við vildum ekki fókusera á kannski jólinn, það er svo ofboðslega mikið magna jólatónleikum í boði. Svo svona jólinn það bil að líða yfir og þannig að já, við ætlum svona aðeins að brjóta þetta upp. En þessir tónleikar og þessi tegund af tónleikum þar sem að svona veturinn þá þemað, þetta eitthvað sem búið að blunda lengi í ykkur? Kannski ekki þemað, en svona að gera eitthvað saman. Setja upp tónleika og spila saman og já, en þema kom svona bara eftir á. En þegar þið fóru svona í að raða upp lögunum, var úr nóg að velja? Já. Já. Það var það ekki, sko. Við vorum þurftum að hafna ansi mörgum lögum sem voru komin á lista. Já. Fáið þið einhverja með ykkur líka? Já. Við erum alveg heila hljómsveit með okkur og svo erum við með 2 aðra söngvara, Silja Garðars og Gunnar Björn. Og svo koma vandræðaskáldin og lyfta þessu aðeins upp svona með smá grín og gleði. En hvernig þá með æfingar, það svona klar annir fyrir jólin og jafnvel líka svona á milli jól og nýjárs, einhver tími til þess að standa í æfingum? Þetta er svolítið púsluspil. Við sem erum hér erum kannski meira búin að æfa saman og svo koma þau að sunnan bara rétt fyrir jólin. Þá svona náum við nokkrum æfingum og allir æfa sig bara heima. Þannig að Er svona komin upp spenna í ykkur fyrir þetta? Já. Þetta verður bara skemmtilegt. Við erum náttúrulega fann að æfa svolítið vel, þannig að svona reynum að æfa kannski alveg 2 fyrir 6 viku og reyna að klára þetta svona af áður en jólatörnin skellir á. En þetta sjálfsagt alveg svolítið góður tími til þess að efna til tónleika. Það margir sem að koma í bæinn og svo framvegis. Já, ég meina, þetta náttúrulega bara svona eftir jólin sem stundum talið eitthvað svona riski, en ég held að sé samt bara, þú veist, allir sem eru heima, koma heim jólin, rétt fyrir áramótin og svona aðeins að koma og fá smá ró og smá tónlist. Og þá einmitt bara upplagt að fara á svona vetrartónleika og bara njóta þess og slappa af. Já, þetta er líka dagarnir milli jól og nýjárs sem ekki hátíðadagar. Það vantar alltaf eitthvað að gera þá, sko. Þannig að það er kjörið að skella sér frá tónleika. Og þetta sem sagt, þessi tónleika þeir eru í Hofi 20. og 8. 28. En þið ætlið að bara enda föstudagsþáttir fyrir okkur. Hvaða lag ætlið þið nú að leyfa ykkur að heyra? Það heitir Sanctuary og ekki jólalag, en það er svona jólastemning. Það er svona, já. Og undirleikarinn? Guðjón. Hann ætlar að koma að spila með okkur á píanó. Turn the light off, go to bed. Tell me all about the day you had. Lay beside me, it's time to rest. You can close your eyes, you've done your best. Let me be sanctuary. Let me be your safe place to fall. I can take away your worries, the refuge from it all.
is our shelter from the rain. I will share the weight you carry. Let me be your sanctuary. We have weathered through the storms, taking comfort in each other's arms. When the dark clouds come again, I will lift you up and take you in. Let me be a sanctuary. Let me be a safe place to fall. I can take away your worries, the refuge from it all. All this time we have together is our shelter from the rain. I can share the weight you carry. Let me be your sanctuary. I will share the weight you carry. Let me be your sanctuary.